Komið sæl og blessuð, það orðið langt síðan ég bauð ykkur síðast upp á Bridge-þátt samstöðurinnar og gaman að segja frá því að síðan við vorum hér síðast í loftinu hafa Íslendingar spilað sig inn á Bermuda. Við sem sagt náðum þeim stórkostlega árangri að enda í 7. sæti á Evrópumótinu í Ríga sem þýðir að aðeins í 3. skipti í sögu Íslendinga sendum við lið næsta ár á HM þar sem spilað verður Bermudaskálina. Og eðlilega þá munum við fjalla þetta mikla afrek hér í þættinum á eftir og sitt hvað fleira, en gestir þáttarins í þetta skiptið eru 3. Ber það nú fristan og fremstan að telja landsliðsmanninn Ómar Olgeirsson, vertu velkominn Ómar. Takk fyrir það. Einn af 6 sem voru þarna úti í opnaflokknum. María, María Bender, þú ert líka landsliðsmaður í Bridge en þó kona frekar en maður og þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var að taka þátt í kvennalandsliðinu þarna í þessu samamóti í Ríga. Og svo náttúrulega Matthías Imsland, skipperinn í brúnni, sá sem að leiðir Bridge-samband Íslands og þú hlýtur náttúrulega bara ef við byrjum á þér Matti, þú hlýtur að vera alveg svakalega kátur með að þetta skildi ganga upp með opnaflokkina við séum að fara á Bermuda næsta ár. Já, sko bara alveg í skíunum og það náttúrulega niðurstaðan af í raun og veru 5 ára plani sem við erum búin að vera að fara eftir, svoleiðis að það gekk í raun og veru upp planið okkar. Já. Þarna erum við að toppa á þeim tíma sem við lögðum upp með og bara þetta er bara alveg geggjað sko. Þetta er alveg geggjað. Og eins og ég nefndi áðan, þetta er bara í 3. skipti sem Íslendingar komast á þennan stall. Þetta er í 3. skiptið og þegar við komumst í 1. skiptið þá unnu við heimsmeistaratitilinn, skáluna, svoleiðis að maður fer þarna með mikla væntingar. Erum við að fara að vinna aftur næsta? Sko, það er þannig að ég tel að við á okkar besta degi séum alveg á pari við hinar bestu þjóðurnar. Það er svona fyrirfram myndi maður halda að sko Bandaríkjamenn mæta þarna með 2 sveitir og sögulega eru þeir náttúrulega alltaf gríðarsterkir og eru núverandi heimsmeistarar. Ég tel að við séum alveg á pari við þessar sveitir og svo eru Norðmennirnir náttúrulega með ógnarsterka sveit. Við gerðum jafntefli við þá núna á EM, sko, svo að það getur allt gerst. Já. Og Danirnir sem urðu í öðru sæti á Evrópumótinu, við spiluðum 4 æfingaleiki við þá í aðdraganda mótsins og unnum alla. Já. Svoleiðis að með okkar besta undirbúningi og með okkar besta Bridge á meðan mótinu stendur, sko, þá getur allt gerst. Já, sammála því. Ómar, hvað heldur það hafi svona valdið því í undirbúningnum ef við bara horfum til þess núna að þetta gekk svona vel? Það var náttúrulega, liðið var valið tiltölulega snemma árinu í janúar. Þá náttúrulega fóru bara allir all in í þetta, sko, að undirbúa sig og mikið eftir, til dæmis með Bessa, Sagnir og svo á netinu og náttúrulega æfingahelgar og þannig að þetta var bara allt undirlagt í Bridge og svo náttúrulega vorum við í líkamlegri þjálfun, í engaþjálfun. Það held ég hafi haft sitt að segja svona þegar upp á úthaldið og vera tilbúin í hvert einasta leik, sko, ekki hangandi haus, eitthvað þreyttur eða eitthvað, sko. Og sem lið, 6 manna lið, mistuðu einhverja 20 kílóa í þessu æfingaferli. Jú, það var nefnilega þannig, sko. Ég held að flestir hafa mist svona 6-8 kíló, eitthvað þannig. Já. Og þið hafi bara aldrei litið betur út. Fannst þér að skila sér í úthaldinu þegar leið á mótið að menn væri bara, úthald ykkar væri gott? Ég hugsa það, svo líka að tala svefn og svona, verið ekki að drekka kaffi og það var svona ýmislegt talað í aðdragandanum, svona, ekki bara Bridge, sko. Þetta var, held ég, bara mjög gott fyrir okkur að fara í gegnum þetta svona og við erum einmitt sko, við erum náttúrulega vönuð á Íslandi að spila bara 2-3 daga yfirleitt, sko, þessi stærstu mót. Þannig að við erum ekkert mikið í þessum 10 daga pluss mótum eins og margir þessum erlendu
spilurum. Einmitt. Svo sumir voru þarna að fara beint sko, til Bandaríkjanna að spila og svo til Svíþjóðar og svo til Kína. Þetta eru þarna ekkit eðlilegt úthald sem margir þessi gaurar hafa sko. Þetta fólk sem gerir ekkert annað en að spila bridge. Já, eins og til dæmis þessu normenn, þeir voru með svona prógram. Já, og þetta sagði Jón Baldursson einmitt við mig hérna því Matthías var nú að vísa til þess að þetta er ekki tilviljun þessi árangur, hann er afleiðing af margra ára undirbúningi. Jón Baldursson sagði við mig þarna í fréttablaðinu fyrir einhverjum árum að við ætlum að hjóla í atvinnumennina og athuga hvort við getum ekki staðist þeim snúning að hjóla í atvinnumennina og þið hafið augljóslega náð því að hjóla í atvinnumennina og stóðu þeim snúning núna. Jú. Svo var kannski svolítið mikið að við skítöpuðum einhver leik eins og við höfum stundum eins og fyrir 2 árum. Akkurat. Þá kannski fengum við 1-2 stig í einstakar leikjum sko og þá hrundi þetta náttúrulega en við fengum eiginlega aldrei minna en einhver 5 stig. Nei. Það vondu leikirni voru ekkert sko verið en það sko. Einmitt. Það var mikilvægt. Rosa þéttir að fylgjast með ykkur úr fjarska. Matthías, ertu ekki svolítið sammála því að Ómar og Stefán Jóhannsson, hans makker, þeir voru kannski það par sem kom mest á óvart í þessu móti af þessum 3 sem við sendum út í opnaflokk? Sko, þeir áttu náttúrulega gríðarlega gott mót, þeir voru þarna með 0,4 cirka í Butler og sem náttúrulega á svona þéttu og sterku mót er náttúrulega alveg frábært svoleiðis að sko öll íslensku pörin áttu gott mót en Ómar og Stefán náttúrulega kannski komið almest á óvart. Já, áttu þarna mjög sterkt mót í ákvæðum skilningi. Hver var galdurinn hjá okkur? Já, galdurinn, það var bara að vera einbeittur allan tíman einhvern megin. Það er ekki að taka sig okkur fljótfærnismistökum eða eitthvað svoleiðis. Það er kannski bara að vera alveg tilbúin í hvert einasta spil sko. Það var líka svolítið lagt upp með það ekki gleyma síðustu 4 spilunum til dæmis. Það er ekki að flýta sér uppgjör eða eitthvað svoleiðis, bara þetta er ekki búin fyrir að koma í 16 spil. Þetta er nú gömur sem oft hefur við lifið upp með síðustu spil. Við vorum svolítið meðvitaðan þetta sko. Það er ekkert þú að gott blað eða eitthvað. Það er bara 1 spil í einu sko. Það er ekkert að pæla í þessum. Svo voru slæmspil í einhverju leik sko, þá var náttúrulega maður má ekki láta á sig fá sko. Nei. Og þegar kom upp slæmt spil ringduð þið Stefán sem makkarar í það á milli leikja eða voruð þið ekkert að eyða orku í það? Nei, ekkert að eyða orku í það eins og í uppgjörinu eða neitt sko. Bara mjög gott. Jú, við vorum bara meðvitaðar það var eitthvað sem klikkaði en ekkert að vera. Hvernig var mórallin? Fjallu engin köpuryrði í stressinu? Það var bara mjög góð mórall og í liðinu í heild sko. Það var alltaf mjög góð mórall í liðinu. Var ekki alltaf gott að sko Matti þarna, þeir eru með Jón Hersi Eliasson, landsliðs Einvald, það er bara staff í kringum ykkur, var það ekki frábært? Það var bara alveg frábært sko. Svo var aðstæðan alveg frábært, það var svona láns fyrir spilarina sko. Að hitta og líka úr öðrum liðum kvenna og senioruna og þetta milli umferða. Þetta var rosalega flott aðstæða þarna. Og alveg, gott að hafa þessa umgjörð alla. Marja, fyrir mótið þá lá fyrir að við myndum senda út 3 lið. Kvennalandsliðið, þetta lið í opnaflokknum sem við erum að tala sem vinnur þetta afrek og svo lið seniora. Hverjar voru svona þínar væntingar gagnvart þessum 3 liðum fyrir mót og ef þú svona ræðir úrslit þeirra í tengslum við væntingar þínar, hvað svona hefur það að segja? Já, við byrjuðum með ákveðna væntingar. Þið konurnar? Já, og síðan lækkuðum við aðeins með það og síðan aðeins meira. Já. Að lokum vorum við nú bara ánægðar að finna spilasalinn á mótna. Nei, án djóks að þá verði nú að segja það að heilt yfir að þá var ég mjög fyrir vonbrigðum með bara sjálf mig og minn makkar. Þetta er nú fyrsta skipti sem við förum á svona mót sem við erum með mínus í Butler. Og ég er mjög óánægð með það. En eins og Matti kom inn á í útvarpsviðtalinn daginn að þá er hann eins og hann er náttúrulega kraftaverk fyrir okkur að þá er hann búinn að greina og mér sé búinn að greina kvennabritsinn og sagði ef það væri 14 spil en ekki 16 að þá væri við 10 sætum ofar. Og það segir okkur það að úttaldi hjá okkur er ekki gott.
Hins vegar var liðsandinn alveg frábær og landslýsþjálfarinn Anna Ívars mjög góð með okkur, þannig að ég svona heilt yfir bara, þetta fer bara í reynslubankan. Já. Við fylgdust náttúrulega spenntar með strákunum og ég átti líka vona á því að seniorinn myndi hafa þetta. Því þeir voru bara fyrir síðustu setu held ég inni. Já. Næst síðustu. Já, var annars síðustu. Já. Og mjög góðir. Já. Þannig að það er bara áfram grakk og upp á við, sko. Já. Það er ekkert... Ef ég hefði veðjað á sko hvaða lið ætti að fara áfram á þessum þremur í topp 8, þá hefði ég veðjað á seniorana líka. Já. Ég viss aldrei hvort þetta var óraunsæ bjartsýni sem að ég var við hjá þér og fleirum sem að komu hérna til mín í þess að þætti fyrir mótið. Ég held að hafa nú sagt það í samtali við Jakob Bjarnar á Vísi einhvern tíma rétt fyrir mótið, ég verð þá bara að geta þetta allt saman ofan í mig. En ég var sko, ég var alltaf ánæður með hvað bara eins og þú og þeir sem að fylgja sér næstir í hreyfingunni, hvað þeir voru bara ákveðnir í að láta þetta ganga með opnaflokki. Já, sko, að því þetta var líka, sko, þetta er búið eiga langan aðdraganda. Svoleiðis að hérna, það hefði náttúrulega, sko, hefði við ekki náð að komast áfram, sko, það hefði að verið vonbrigði. Já. Svoleiðis að við vorum búin að leggja mikið í þetta, spilararnir voru búin að leggja mikið á sig. Svoleiðis að það var svona allt að smella saman akkurat á þessum tímapunkti. Já. Með þínum orðum, Matti, hvað hérna gekk upp? Af hverju náðist þetta markmið? Sko, ég held að sé mikið til í því sem Ómar segir. Það var bara þessi stöðuleiki. Það var þannig að við höfum oft verið að tapa fyrir lélugustu sveitunum. Við höfum átt kannski svona einn hauskúpuleik og þá bara skotið okkur mjög langt niður, en við áttum engan eitthvað svona alveg hræðilegan leik. Menn voru bara svo stabílir. Menn voru ekkert að festast í spilinu undan, menn voru ekki að festast í leiknum og undan. Og menn fylgdu allir prógrami. Það var til dæmis, það voru allir sendir inn með, fyrir hvern einasta leik voru menn sendir inn með banana sem þeir átt að fá sér eftir 8 spil. Og þetta er áhugavert. Og þetta var bara sko svona mikil svona, við vorum búin að stúdera þetta svo vel, sko, bara hvernig við ættum að ná því besta út úr hverjum spilara, eða hvernig spilarinn sjálfur ætti að ná því besta út úr sér. Og við kannski síðan í umgjörðinni að hjálpa þeim við það. Já. Hvað drukku þessi gæjar þegar þið voru að spila? Það var sjá mér sama vassflaskan allan tíman sem fylgdi með í fyrsta pokanum, bara að fylla á vassflöskuna. Já. Það var svolítið heitt, var ekki? Kaffi stundum kannski fyrir leikinn en ekki í leiknum, en það var bara vatn. Og hvað með hérna 5? Eru þeir allir bara í vatninu? Já, þeir allan í opnaflokknum voru þeir í vatninu. Já. Og ég held í kvennaflokknum allan líka, sko, svoleiðis að og það var svona. Er fólk hætt að nota koffin sem dóp í svona riðsleikjum eða? Já, sko, já, sérst. Ekki meðan á hann stóð, sko, kannski eftir leikinn eða fyrir leikinn. Já, sko, hugsunin náttúrulega, sérst. Það er gott að drekka mikið. Já, en hugsunin náttúrulega var, sérst, að fólk fekk sér náttúrulega kannski í morgunmatnum kaffi og svo framvegis. Svo þetta er svo þétt með leikina og það er svo stutt á milli leikja. Og það er líka þannig, sko, eins og til dæmis við vorum með svefnráðgjafa með liðinu fyrir mót. Og þegar líður á daginn, sko, þá náttúrulega getur verið mjög vont að vera að drekka kaffi. Svoleiðis að þetta var svona hugsunin að menn væru bara mest í vatninu og væru síðan með næringu, hvort sem það væri hnetur eða banan eða svo framvegis. Maggi var alltaf mjög harður þessu að drekka ekki kaffi eftir 2 á daginn. Kaffi? Svona, líka í aðdragandanum, hann talaði mikið um þetta. Já. Á svefnin og svona, gera. Spiluðu jafn mikið? Pörin? Nánast, kannski að Maggi og Bessi að spila örlítið, það var eiginlega bara nánast jafnt, held ég. Já. Man er ekki rétt, sko, að þið leituð þarna Butlerinn eiginlega alveg fram að loka umferðum? Já, ég veit það nú ekki. Maggi og Bessi rukku nú svona í gang eftir svona, byrjuðu svona, svo kom bara Hakka vel inn og þeir bara áttu svakalega góða spretti þarna, sko. Og var ekki, sko, ég held að Maggi hafi sagt við mig besti leikurinn okkar var síðasti leikurinn. Já, sko, það var mjög góður leikur, sko, það var, það var á móti Belgum sem eru mjög sterk brittsþjóð, það áttu þeir alveg
gríðagóðan leik. þá voru þeir þá voru þeir orðnir þreytir, ekki við. Já, nei, bara okkar menn bara orðnir heitir. voru þeir orðnir heitir. Hinir búnir. Já, því eitthvað fyrir mig að hérna, ég með hana körfubolta bara til þess að vera með eitthvað brandara hérna, ég ætla að gefa þér, ég ætla að senda þér boltan sko, hérna og rukkaði hvort þú manst eftir einhverju ákvörðun sem þú tókst við borðið, einhverju sögn eða einhverju svona sem að hérna, er hægt að ræða á þess að við séum með tölvuskjái og annað. Er eitthvað svona augnablik sem er langar að ræða, þessi bridge augnablik? Það var kannski hérna, maður man eftir sko, slæma spilunni eins og á móti Helgamo þegar stóð 3 grönd sem maður átti alls ekki að standa. Þá hafði hann sagt sko 2 spað á 4 lit eftir sterka törlauf. Já. Og hérna þetta satt svona í manni svolítið eftir leikinn sko, að við gáum hérna 3 grönd. En þannig maður man eftir betur eftir slæmurspilunum. En hvað sér var opnað á 2 lögum og meldaði hinn 2 spaða? 2 tyglar, hann sagði 2 spað á 4 lit. Já, og svo í 2 tyglar framhaldinu þá gaf ég sem sagt 3 grönda því að ég held ég var að spila upp í spaðan hjá honum sem Og áttir þú eitthvað svaka spaða sjálfur? Já, ég átti eitthvað lengju í spaða. Já. En held ég mætti ekki spila spaðan. Einmitt. Já. Þannig að hann blöffaði þig. Já, þetta var svona eitt af þessu, maður man betur eftir jú, maður ætti að Kemur ekkert gott upp í Ég það? man betur eftir góðu spilum. Já, kannski, ég man vel eftir góða spilu hjá Maríu nefnilega, kannski bara rætt það. Kannski ræðum það bara. Hvert var ykkar besta spil? Ykkar hörpu? Það var rosalegt og svo skulum við nú halda því til haga að við unnum sko hollendingana 15-5 sem voru í öðru sæti. Já. Svo við erum næst bestar í Evrópu. Þið áttuð ykkar Er það ekki augnablik. stærðfræðin? Jú. Já, nei, við ykkar áttum okkar augnablik. moment en máli var það var skemmtilega svo rosalegt spil. Það er opnað sko og svo bara ganga sagnir og svo segir hún 2 hjertu og makkir doblar til úttæktar. Já. Bara útspil. Hún átti áskong 10/4 í þeim lit sem var Ekkert annað. Það ekki, og Já. voða lítið. Svo kemur bara pass, réttobla gerlingunni. Pass. Og ég bara, fuck. Og ég segi ykkur hvað kom upp í blindum. Já, segðu Ég átti út. Spaðásinn blankur. Áskongur Gosi 5. í Tigli. Kongur drottning 10 í Laufi. Drottning Gosi 4. í Hjarta. Og sérð þú þetta rosalegt ekki staðið, bara 2 hjartu, Halla Hafnarfjörður. Jú, þetta geti Einmitt. unnist. Nei, við fengum 1600. Á stungum. Hvað var hann ekki 4 tán? 4 tán. Það var 15 sko. Nei, það var engin stunga. Nú. Það var bara hjart út Já. og Harpa tók á kónginn, spilaði spaða upp á ásinn. Já. Aftur hjarta. Nei, svo kemur tekur á Já, hún spilar laufkónginn. Já, laufkónginn og ég tekur ásinn og meira hjarta. Tek ég af henni hjartar, allt saman. Já. Og svo kemur spaði og svo meiri spaði. Þá átti María Kóngósa 5. þar. Nei, 3. Í spaða. Já, ég átti kóngósa 3. Já, þið Hún átti fengu 4 litu makkar. Við fengum sem sagt 4 spaða og 4 hjarta Já. og laufásinn. og laufsinn. Vel gert. Og þarna það var voru bara 1600. Sumir í 3 gröndum og Nei, hinum megin var hinum megin var spilað, þetta hinum bara megin hjá tígulbútur. okkur voru Svanhildur og þær að spila 1 tígul, 130 kall. Já, einmitt. Þessi saga hún minnir mig svolítið á manstu eftir hérna Bessa og Magga þegar þeir bara ekkert óeðlilega spiluðu 1 grand á Norðurlandamótinu og Laugavatni fyrir ári. Voru doblaðir þar og veitu hvað var að marga niður? 1700? Já, það var eitthvað svoleiðis sko, hvort hann fekk. Já, það var eitthvað svoleiðis. það var eitthvað, já, Það var rosalegt. Svona svakalegt slys eins og þarna er nú engin smá impar fyrir svona tölu en samt var ekki beint hægt að setja fingur á að neitt væri að gera. koma stundum spil svona upp á þörfu sem eru bara já, ótrúleg sko. Það er rosalegt hvað getur gerst. Bara búið fyrir þetta á síðasta En spil. þetta voru að spila eitthvað Magic Diamond kerfi, síðasta opnaði einu spil í tíkli og hinn var að svara með lítið. Ég þarna var eins og stúdur að kerfi hjá þeim sko. Tígullin var sterkur sko. Svo áttu 2 hjörtur sannlega bara að vera eðlileg en hún er alltaf ekki trúað því með áskong 10/4 bara doblað en það var að þið voru að spila mjög skrítið kerfi þess að ítöð sko. Sá það. Já, En tölum aðeins kerfi. Hvað voru menn að spila gegn ykkur? Standard var náttúrulega mjög yfirgnæfandi meiri hluti í standard sko. Það var nú eitthvað sem tók saman. Það er hérna
töluveri minni hluti með pressjón, en þá alltaf, jú, það líka. Og þetta náttúrulega þegar þú segir standard, þá náttúrulega eru menn búin að setja svaka vinnu í að skjótin alls konar í leiðum. Jú, það engin með eins kerfi, sko, þannig séð, má segja. Svona framhald. Þannig að það alveg þétt. Og svo sagbaráttan líka, það getur verið mjög breytilegt, hvernig menn að nota yfirfærslur í sagbaráttu eða... Einmitt. En hvað með svona það að vera aggressífur eða passífur, hvernig fannst þér svona andstæðingar þínir á þeim slóðum? Já, eru menn aggressífur? Sko, utan gegn eru menn mjög aggressífir, sko. En annars bara, sko, ég var ekki var við eitthvað mjög mikið á svona crazy sögnum, sko. Jú, það veist, mann finnst það kannski crazy að opna á 4 hjörtum með 10 9, 7 í lit, sko, eða eitthvað til hliðar. Það var mjög skemmtilega að spila á spjallinu með svona hindrunarstíl sem Jón Þorvarar og fleiri hafa verið að ræða þarna á spjallinu. Akkurat. Það sitt sýnist hverjum. Þannig að aðalatrið er náttúrulega að vera með sama stíl og makkar, sko. Hvað er rétti stílinn eða réttu, það er erfitt að segja. Sko, Guðmundur Páll Arnarsson hefur sagt að 1991, þegar Íslendingar urðu heimsmeistarar í bridge, sællar minningar, þá hafi það verið út af, að miklu leyti út af hvössum sakstíl og hindrana stíl og fjöldjöflum. Sem þá voru við eiginlega undan heiminum í því, sko. Það er erfitt að ráða við þetta, þú ert ekki viðbúinn, sko. Já. Þannig að þetta er einn þáttur spilsins sem skiptir gríðarlega. Þú ert náttúrulega að giska, þú ert komin upp í 3 hjört allt í einu og makka doblar og hvað átt að melda, sko, 3 grönd, pass eða þetta er oft bara guess, þannig að það er náttúrulega tilgangur með hindrunum að búa til erfiða stöður. Hvað með að kalla til keppnisstjóra ásluðs, var mikið kærur? Bara nei, það var bara eiginlega ekki neitt. Það var einu sinni köllum við svona eftir á keppnisstjóra, það var ekki verið alert að, sko, drúri. Svo fengum við ekkert út úr því, við bara hefðum átt vita ég hefði getað dobla, sko, eitthvað 2 lauf með áskosa 50 laufi, en ég átti ekkert mikið, þannig að hann hefur ekki haft samúð með því, af því að það var ekki svona á flestum borðum, en annars var aldrei neitt. Varst þú einhverju nefnd, er ekki alltaf einhverja svona dómnefndir að úrskurða og svoleiðis, eða varstu í einhverju? Sko, það er þannig að reglurnar á Evrópumótinu eru þannig sérst að keppnisstjóri sem er kallaður að borðinu, sérst, hann þarf að taka ákvörðun sérst, með öðrum keppnisstjórum, en það er búið að breyta í þannig sérst að það er ekki hægt að kæra úrskurð keppnisstjóra til ykkur sérstakar nefndar, heldur er bara að kæra ferilinn. Svoleiðis að eini möguleikinn til þess að breyta úrskurði keppnisstjóra sem hann þá tekur í samræmi við í raun og veru aðra keppnisstjóra er þá að það hafi ekki verið farið eftir réttum ferlum eða eitthvað réttum upplýsingum komið á framfærið. Það er ekki lengur svona appeal committee eins og var alltaf eins og við erum vön hérna heima, sko. Erum við þá að fara að leggja það af líka? Það hefur ekkert verið rætt hjá okkur, nei, mér finnst það nú ósennilegt, sko. Það náttúrulega er þannig að eins og á þessu móti þarna, sko, þá ertu með, sko, fjöldan allan af keppnisstjórum og keppnisstjórar koma saman og ræða. Ég held að, þú veist, Já, það eru sjokkur að við erum kannski bara með eitt keppnisstjóra og það er eitthvað ágreiningur og þetta er öðruvísi. Ég var kærð eftir á með eitt spil, hollendingarnir hana, sem voru náttúrulega svo sárir að tapa fyrir Íslendingum. Að hérna, þetta var svo góð vörn hjá okkur Hörpu, hún stóð bara 1 grand, heyrðu þau, og hún kæri það að hún hefði spilað eitthvað og það var alltaf því að, þú veist, ég er svolítið gjarn á þetta, á hans að fatta að vera fyrst eitthvað svona í spilunum og taka upp eitthvað spil og svo hérna ekkert að pæli því að sér með enginn nema hún og þetta var kært. Áttur einspil og Nei, ég var bara eitthvað fyrst í spilunum og hætti, ég hugsaði með mér í sambandi við hjartastöðuna, ég átti drottninguna, svo hún fer glukk með kónginn því makkar á að vera glásinn, hugsaði ég. Og ég var eitthvað fyrst í spilunum svona, fram og tilbaka eitthvað. Hún á að kæra þetta og var dæmt á mig, hún fekk að standa 120. Og að sækja einn yfirslag út af þessu. Ömurlegt fyrir batlinn fyrir mig, skilju. Heyrðu, og svo fóruðu keppnisstjórarnir allir. Ekkert allir kannski, en ég meina, þeir fóru í myndavélarnar til að athuga með mig. Og
og sagði að þetta væri ekkert sko, það væri ekkert þannig að ég væri að reyna að svindla, skilur. Ég tek ekki eftir þessu. Þú veist, ef ég eitthvað, þannig að maður má passa sig. Maður verður bara eins og Anna Ívar sagði, bara velta með hendurnar undir borði með spilin. Þú ert að segja að sko með því að núna eru myndavílar á öllum, Já. að þá Það sést allt. komin ný víti í þetta allt saman. Já, og þeir skoðuðu þetta bara á. En ég var algjörlega bara plákall bara, þú veist. Það er sniðut með þess að myndaverðu upp á ef að löngu umhugsun eða eitthvað sem kemur upp á. Já. Og það er ykkur ágreiningur umhugsun eins og það stundum hérna hjá okkur. Því þú fjast mínustig ef að við vorum búið með tíman og í einu liðinu þá voru þær svo lengi og Harpa sagði bara, heyrðu, þetta er ekki við. Og þá fór hún bara í myndavélina og sá það að það voru hinnar. Þegar enga myndavélar þá hefur maður hérna setið við britsborði í hörðum keppnum og einhverju borði segir þegar búið að kalla á keppnastjóra, hann hugsaði sig í svona 30 sekúndur og þá segir anstæðingur, nei, svona 5 sekúndur. Já. Og hvað á keppnastjóra gera það? Orð gegn orði. Já, einmitt, þetta er alltaf svona. Þetta kom mér óvart. Já, en þetta er algjörlega frábært og og sko bara það var leiðilegt að seniorarnir skildi ekki komast áfram, það hefði verið mjög skemmtilegt, við vorum náttúrulega sendum út frábært lið. Það var leiðilegt, já, María, að þið skilduð ekki ná aðeins betri árangri, við hefðum vilja sjá það kannski komið bara enn öfluri næst. En þetta er svo mikið snillt að Íslendingar séu að spila til að við séum komin í Bermuda skálina næsta ár. Mér langar aðeins að ræða við þig, Matthías, til dæmis fjármál Bridgesambands Íslands. Við höfum stundum talað það upp á síðkastið að sko við myndum þiggja meiri bara samfélagsstyrk frá til dæmis stöndugum fyrirtækja eigundum og öðrum sem að eiga fé að styrkja Bridgesambandið af því að þetta kostar náttúrulega alveg gríðarlega peninga og HM næsta ár þetta er ekkert í baka. Hvar er þetta aftur haldið? Þetta er í Karabíska hafinu. Já, þetta er í Karabíska hafinu. Þetta er eiginlega jafn sko dýrt og það getur orðið og langt ferðalag og allt það. Getum við ekki sagt sem svo að núna þar sem að við höfum oft lýst ánægju okkar með því hve margir nýir spilarar eru farinir að spila bridge, námskeiðin í bridge-skólanum verið vel sótt og allt það, miklu fleiri konur heldur náður og allt það. Núna þegar við getum ofan á allt hitt bent líka á að árangur okkar er á pari við það besta sem gerist í heiminum, má þá ekki ætla að það sé aðeins meiri hvati fyrir fólk sem á peninga að styðja bridge-lífið? Jú, sko vonandi, og það líka þannig að það mun náttúrulega ráðast mjög mikið af hvernig gengur að fjárafla, sérst hvernig undirbúningurum verður. Já. Með góðum undirbúningi að þá eru við bara að fara að gera allu að heimsmeistaratillinum, en við þá náttúrulega erum lítið samband og getum kannski ekki tekið það mikla áhættu að sambandið sitji eftir með veikan fjárhag, svoleiðis að við þurfum að aðlaga okkur að því hvernig gengur, og það er alveg þannig að ef okkur gengur vel og þetta er ekkert einhverjir risa peningar sko, sem svona góður undirbúningur myndi kosta. Ef okkur gengur vel að fjárafla þá munum við mæta gríðarlega sterkir inn á heimsmeistaramótið. Það er ekki spurning. Aukið fé mun skila sér í enn betri árangri. Já, og þetta er líka bara, þetta er svona dálítið sögulegt tækifæri fyrir okkur. Ég meina eins og þú sagðir áðan, sko, þetta er 3. skiptið sem við komumst á heimsmeistaramótið og keppum Bermuda skálina, og af hinum 2 skiptunum að þá unnum við í annað skiptið. Og við teljum okkur vera með þannig lið að við getum gert allu að því, en það munar öllu að geta verið með æfingar, geta spilað æfingaleiki og svo framvegis, og til þess að það gangi allt upp og þá þurfum við sterka bakhjarla. Já, sterka bakhjarla. Þú veist hvað þú átt að gera. En Matthías, þú náðir líka kosningu á meðan á þessu Evrópumóti fór fram. Þú ert komin í stjórn Bridgesambands alheimsins eða?
Já, þetta var Britsambands Evrópu. Já, Evrópu, já. Og þetta var mjög skemmtilegt, að það haldið á sama tíma og Evrópumótið haldið þing Evrópska Britsambandsins og þar var ég í framboði og fekk mjög góða kosningu. Það kom mér eiginlega óvart sko hvað ég fekk góða kosningu og ég svona tengi það dálítið við bara kannski íslenskan Brits að við erum svona ég veit ekki hvort að segja vinsæl en sko fólk kann vel við okkur og það sem við stöndum fyrir. Svoleiðis að þetta var mjög skemmtilegt. Erum við svolítið krúttþjóðin í þessum heimi, fámenn og... Nei, sko við erum nefnilega ekkert fámenn. Við til dæmis við erum með það marga spilara, við megum til dæmis ekki spila á smáþjóðarleikunum. Svoleiðis að í Britsheiminum erum við bara stórveldi. Já, kannski ekki stórveldi en við erum allan ekki lítil sko. Nei, og en íslenski spilarar svona eru taldir svona þeir eru svona þægilegir og við erum sanngjarnir og við spilum svona við erum ekki leiðilegir við andstæðingarna og við erum ekkert að reyna að beita ykkur bólabröðum svoleiðis að ég held að það spila allt inn og það sem til dæmis í þessari kosningu sko að sem kom mér á óvart sko ég var miklu óvart heldur en mjög margir af þeim sem hafa setið í stjórninni og það var líka til dæmis forseti ítalska Britsambandsins að ég fekk margfalt fleiri atkvæði en hann sem kom mér kannski óvart líka en sýnir kannski hvað Ítalarnir eru kannski akkurat á öfugum stað við okkur svona í þessum Brits að svona hefur fólk finnst þeir ekki alveg svona siðferðislega traustir. Já og kannski þú veist bara við spilaborðið og svo framvegis. Já. Þetta frábært, til hamingju með þetta kjör. Ertu kjörinn til 1 árs? Ég kjörinn til 4 ára. 4 ára? Já. Og hvað þýðir þetta fyrir Ísland? Sko, ég held að þetta þýði bara við komumst ennþá meira á kortið og okkar áherslur varðandi Brits sem þá í raun og veru sko svona þessi heiðalegu Britsdáldi sem við höfum staðið fyrir og svo kannski svona áherslur á jafnréttismál, áherslur á ungliðamál og svo framvegis. Þetta þær áherslur sem við komum dálítið með í þetta samstarf og líka þú veist það sé í raun og veru fyrirsjáanleiki, það sé opið bókhald svona Britshreyfingin hafði nú kannski dálítið það orð á sér í áður fyrr sko að svona það vissi engin mikið hvað var í gangi, það var kannski mikið svona að vera að hygla réttu þjóðunum og vinum og stjórnin var allstaðar með fjölskyldum og borga fyrir alla en þetta Kafbátabusiness. Já, en þetta sko þetta eitthvað sem við stöndum ekki fyrir og það sem var gaman núna það að það voru 3 frá Norðurlöndum kosnir í stjórnina. Norsk kona og dönsk kona og ég og ég held að það sé svona ákveðin svona stimpill sko að svona hvernig evrópskur Brits að þróast. Já. Þetta mjög ánægjulegt. Ég get bætt við sko að því að okkur finnst alltaf gaman að spegla okkur í útlendingum að þegar ég spilaði á Britshátíð síðast Reykjavík Brits Festival í janúar fyrir þessu ári þá ég og makkimenn Helgi Bóasson við spiluðum með 2 rússneskum konum önnur endar býr á Spáni og þegar við fórum út að borða og þær svona voru búin að taka eftir menningunni við Britsborðin hérna í Hörpu þá náttúrulega árangur er
er alltaf umræðefni en þær höfðu mestan áhuga á að ræða sko að því þú veist að nefna jafnréttisvinkilinn, kvennaþátttöku já, framkomum við borðið glaðværð og standard og eitthvað svona, þannig að það er svo margar aðrar víddir í bridgesinum heldur en bara afreksvíddin. Við erum að fagna því núna, við erum hérna komin alla leiðin á Bermuda ból hérna næsta ár. En þetta sem þú nefnir sem styrkleika Íslands, þetta er náttúrulega eitthvað sem aðra þjóðir hafa bara, býtu, hvernig færið þið að því að hérna, styrkja íþróttina á tímum þar sem að þetta er allt að hrynja hjá okkur? Já, algjörlega sko og kannski líka viðhorf okkar bæði gagnvart bridgeinu og gagnvart hvort öðru hefur allt verið kannski öðruvísi heldur en kannski sérstaklega hefur verið í suður hluta Evrópu. Já. Og ég held að svona þessi niðurstaða þarna í þessu stjórnarkjöri sko, hún sé svona dálítið stimpill á það sko, þetta er það sem fólk vill sko, að hafa þetta með þessum hætti sko. Þetta er bara frábært. Hérna verður gaman að sjá hvort íslenska mótilið hvort því vex ásmegin á bara heimsvísu. En hérna ef að ræða aðeins það sem framöndan ert þú ennþá í bikarnum, Ómar? Jú, við erum komið 8 úrslit núna. Já. Sýndist þau vera dregnar á móti Infocapital. Já, það verður skemmtilega slagur. Já, það eru alltaf erfiðir, þannig að jú. Já, veit. En jú, hann er ennþá í gangi í bikarinn. En hérna, þetta er nú alltaf skemmtilegt mót, Matti, bikarkeppnin. Já, þetta er mjög skemmtilegt mót og sérstaklega svona fyrstu umferðirnar þegar menn eru að dragast og sérstaklega dregst á móti kannski liði annars vegar sko frá Hólmavík og hins vegar frá kannski Reykjavík og svo framvegis. Það er svona, þetta er það skemmtilega við þetta svo að þegar landsbyggðarsveitirnar eru með og svona, og þetta er svona heimalið býður upp á mat og það er svona margt skemmtilegt í þessu sko, svoleiðis að þetta mót svona er svona kannski yfir sumarið, svona skemmtilegur tímapunktur í tilverunni. Já. Í Bændablaðinu í dag er fjallað slemmu í bikarleik á milli tveggja sveita sem mætti segja að væru landsbyggðarsveitir, að minnsta kosti að hluta og hérna þannig að alltaf ágætt að minna á það að það er bridge þáttur alltaf í Bændablaðinu. En svo er fleira náttúrulega stórt á döfunni. Það hefur verið umræða það á bridgespjallinu og svona feginleiki og léttir hjá spilurum að þá aftur að telja í hvað varðar úrvalsdeildina næsta vetur. Þetta sem sagt þetta mót sem hefur verið spilað í beinni útsendingu á föstudagskvöldum undir hatti rafíþrótta hjá Símanum og þú líka geta nálgast útsendingun á Twitch og YouTube og eitthvað svona. Og þú varst ekki alveg viss þegar ég ræddi við þig að svona loknum síðasta vetri hvort það yrði framhald á, en það er ekki bara að liggja fyrir að það verður framhald á, heldur þú ætla líka að færa eiginlega útsendingartíman yfir á það sem sumum finnst vera útsendingar vænni tíma. Já, það er búið að ganga frá samkomulagi að þetta verði áfram og byrja núna í september. Já. Það er þannig að við verðum með útsendingar klukkan 7 á sunnudum sem er alveg gríðargóður tími og það er kannski skemmtilegt líka að skákin, ég held að þeir séu klukkan 5 með sitt mótsfélags að þetta verður svona hugar íþrótta dagur sunnudagur svoleiðis að. Og þessir tveir heimar eru svona, sko, það eru margir briddsara sem líka tefla og öfugt, þannig að. Já. Og það er þannig að það er svona margt líkt. Já, það er margt líkt. Með svona rökhugsun og í skák og bridds. Já, einmitt. Fólk er svolítið að velta fyrir sig hvernig verður valið í þessi lið, hvort hver sem getur bara spilað ef hann langar til þess. Ertu búin að ákveða hvernig það verður að þið? Já, það verður þannig að við ætlum að svona fljótlega fara að auglýsa bara eftir áhugasömum aðilum, taka þátt og svo ætlum við svona bara taka kannski dálítið boltan þegar við sjáum hversu mikill áhugi verður. Við viljum hafa þetta mót þannig að
sko við vorum með færeyska landsliðið með okkur síðast. Já, það var skemmtilegt að hafa þá. Og ég myndi gjarnan vilja kannski bæta við einni erlendi sveit í viðbútt og svo finnst mér mjög skemmtilegt að eins og var síðast að við vorum með eina sveit að Suðurlandi og við vorum með sveit frá Djúpavogi og við vorum með sveit frá Akureyri, svoleiðis að og svo náttúrulega vorum við með kvennalandsliðið, svoleiðis að ég er mjög hrifinn af þessu fyrirkomulagi og það er þetta bæði sterkt mót og líka svona enn fjölbreytileika. Já, fannst þið gaman að taka þátt í þessu fyrra? Óbúslega gaman. Virkilega skemmtilegt svona bara að vera að spila á þessu neti. Já. Og þetta fyrir þannig fram að maður getur bara verið heima hjá sér og flestir eru bara heima hjá sér að spila þetta á Real Bridge, er það ekki? Jú, við erum ekki alveg búin að taka ákvörðun sko hvort að við verðum áfram með Real Bridge eða ekki. Nei. Við erum náttúrulega alltaf að þróa í raun og veru sko grafíkina og svo framvegis en jú, fólk er bara heima hjá sér að spila. Já. Komist þið langt? Síðast? Já. Nei, ekki allavega í hérna fjögur efstu sko. Það var þar áður komist við eitthvað lengra en töpum held ég með einum impa fyrir þeim sem unnu sko. Einu impi. Þetta var svolítið skemmtilegt fyrirkomulega síðast. Það mátti tapa einu leik en svo varstu dottin út og tapaði 2. Og þú náttúrulega stóðst þig vel sem lýsandi líka. Jú, við vorum saman í þessu stundum hérna. Já. Það má segja að margur hafi eiginlega bara sprungið út sko, þannig í því hlutverki. Það var náttúrulega, við verðum öll bara dolfallin yfir. Gaman að tala Bridge hérna mörg, þannig að þetta er bara skemmtilegt. Það er bara hvað Maggi kom okkur öllum óvart. Það var aldrei gert neitt annað sko. Það var aldrei gert neitt annað. Einhver sagði að hann og Sigurbjörn væri svo skrýtnir sko að þeim finnst skemmtilegra að tala Bridge heldur en spila Bridge. Ég selði ekki dýrar en ég keypti það. En góðir eru þeir og við getum þakka fyrir að hafa þá borði í landsliðinu. Er ég að gleyma einhverju? Hvað er hvenær hefst svona vetrarstarfið og getur eitthvað sagt okkur Já, það er vetrarstarfið fyrir í gangi í september. Já. Og svona fyrsta stóra móti minni mér parasveitakeppnin. Já. Hún hefur alltaf verið meir inn í veturinn en það var, fólk vildi prófa að flýta því móti og svoleiðis að það verður snemma og svo fer náttúrulega bara bensíngjöfin í botn og þarna strax í október og svona deildakeppni líka stærsta móti fyrir áramót. Já, og Íslandsmót eldri spilara, bæði sveitakeppni og tvíminning og svo Íslandsmóti í böttler tvíminning og Íslandsmóti í einminning. Þetta er allt mót sem eru fyrir áramót. Og matera með. Fólk þarf að fara að kíkja á mótaskrána. Gott. Það er mjög fáir Íslendingar fyrst með að vera að fara. Já, það náttúrulega hefur eitthvað að gera með það að nú er ekki beint flug eða hvað. Nei, það hefur ekkert með það að gera. Er það ekki? Nei. Ég held að það sé ástæðan fyrir því þetta var svolítið lélegt í fyrra. Það voru svo margir. Það var alveg spilaðinn í kjallara og Já, sprakkmótið kannski. Já, líka, það var einhver að setja það fyrir sig þetta var svo leiðilegt sko. Ég held að einhver sé að setja það fyrir sig það sé ekki beint flug sko. Það hefur aldrei verið beint flug einu sinni. Já, einu sinni. Einu sinni. Og svo fór félagið á hausinn og maður þurfti að rækta sér tilbaka. Það á nú ekki skipt öllu máli svo. Ég hef hitt alltaf marga sem að segjast alltaf að hvíla sig í ár en þeir ætla að fara næsta ár. Já. Ég held að ég sé sjálfur í þeim hópi. Já. Svoleiðis er það bara. Ég fór 2 ár í röð, mér fannst þetta náttúrulega óbúslega skemmtilegt. Fyrst og fremst skemmtilegt sko. Þetta er svona eins og bara sumarfrí svolítið, frekar en alvarlegt bridgemót. Hefur þú farið það? Ég hef ekki farið. Nei. Ertu að spá ég að gera það? Nei, ég allavega ekki á næstunni sko. Nei. Þetta er náttúrulega búin að vera einstaklega velsótt bridgemót fyrir Íslendinga, bara 100 Íslendingar ekki sem hafa verið. Jú. 200 mann sem voru þarna í fyrra sko. Akkurat. Hefur þú verið þarna, Ómar? Já, ég var í fyrra og ég er búin að fara 4-5 sinnum. Já, 4-5 sinnum. Ekki eins og oft á Svenni, hann er búin að fara held ég yfir 20 sinnum. Já, hann er nú bara umboðsmaður mótsins. Ég með Maríu. Já, ég held að sé eitthvað 16 sinnum, 16 ári í röð. En hefur þá farið, Ómar, með konuðinni og Já, stundum. Fjölskyldu, já, einmitt. Þetta er náttúrulega akkurat sko mótið í það. Já. Að
gera bæði sko. Já, því að makarnir hafa afskaplega gaman að þessu held ég og þeim líður vel hana og þeim leiðist ekki vegna þess að við spilum á þeim tíma. Það er bara svo Það er svo lítil stutt. spilamennska flesta Já. dagana, bara Og 3-4 bara- klukktímar. Já, byrja bara seint og er bara búið 8, þá fara allir saman út að borða og svona. Ég er alltaf að vonast til þess að sérst, kona mín er mjög góð í að spila en hún hefur alveg neitað að spila bridge hins vegar Ertu að og læra fela? bridge og ég sérst hérna er alltaf að reyna að fá hana til að læra bridge Já. af því þá getum við kannski tekið svona bara mót saman sko, þú veist, en það er þannig hún er mjög góð í vist og manna og svona svoleiðis að hún alltaf líka hún verið góð þarna sko. Einmitt, Námskeið maður sér þetta alveg í einmitt hinum slagaspilunum sem þú nefnir hvort fólk á erindi og hefði gaman að því að fara í bridgein. Já, fólk sem hefur gaman að spila Já. það er alveg 100% að það hefði Það er gaman að bridge því bridge er svona kannski toppurinn af þessum spilum sko, svoleiðis að það er svona djásnið sko í spilaflórunni svoleiðis að ef fólk hefur gaman að því að taka í spil sko, þá er alveg bara 100% að hefur gaman að bridge. Gaman að segja frá því að ég á 15 ára gamla dóttur sem spurði mig einn pappi ertu til að kenna mig bridge og hún á vinkonur og það er einhver umræða þetta hjá einhverjum listaspýrum hérna að það getur verið gaman að spila bridge. Já. Það er magna. Já, við höfum eftir að halda áfram bara hérna góðir hálsar að búa hér til sjónvarp bridge umræðu. Við verðum vonandi bara svona að jafnaði á 2 vikna fresti. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna Ómar, María og Matthías og ég vil bara ítreka það sem hér hefur komið fram að hérna, ég er búin að fylgjast með bridge eiginlega allt mitt líf og ég er kall á 70-aldri og við gleymum náttúrulega ekkert okkar gleymir því hvernig okkur leið árið 1991 þegar við urðum heimsmeistarar. Svo kom ég nú aðeins nálægt mótinu 2010, ég var fjölmiðlafulltrúi bridgesambandsins þá og var að senda fréttatilkynningar á fjölmiðla og svona þegar við náðum að spila okkur í annað skipti yfir í hérna Bermuda Bowl og síðan eru sem sagt liðin 16 ár og ég var ekkert alveg viss í hjarta mínu að við hefðum getuna til þess að fara aftur inn í fremstu deild en ég held núna í kjölfar þessa afreks að þetta getur orðið rosaleg sprauta á ýmsum sviðum og eitt af því sem við erum alltaf að reyna það er að gera bridge enn meira ábyrjandi í íslenskum fjölmiðlum koma hérna starfseminni vel á framfæri það hefur gengið mjög vel maður sér alveg hvernig þetta er að taka flugið og ég held að hérna, þessi árangur núna hann er eftir að leiða til þess að Íslendingar geti aftur orðið svona stolt bridge þjóð vegna þess að þið munið það að eftir 91 það var alveg sama hvernig þið hittuð allir Íslendingar voru svo stoltir af bridge árangur okkar og við vonumst til þess að það geti orðið þannig aftur ekki satt. Algjörlega. Það verður þannig. Frábært, kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhörundur fyrir að fylgjast með okkur. Við verðum vonandi aftur í loftinu hér með bridge þátt eftir 2 vikur. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl.